Góðan daginn hér og velkomin til staðarins okkar sem við þurfum eitthvað aðeins að laga til, sýnist mér. Alltaf saman. Og hvernig þetta nú best í dag? Já, það var bara svona. Ef ekki að segja þetta sé best í dag. Allavega, það var allt í tags. Við skulum aðeins skerpa ljósið á henni þessari. Við erum ljósamenn miklir. Og hér eru kerti 2 og við kveikjum öðru kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá svo til að vera ekki grá. En núna afskaplega leiður á þessu stefi. En ég verðist að hryggja þið með því að það stendur ekkert annað til en að nota áfram. Þannig að sætti þið bara við það. En ég ekkert að segja það neitt að þú sést orðin leiður á þessu stefi. Ég hef ekki hugmynd það og ég raun og verið mér alveg sama. En það auka atriði í sjálfu sér. Því að biblíustundin okkar aðalatriðið og við erum með á sitt hvoru hönd biblíur frá mismunandi tíma. En orð Guðs, við erum enn með það eins og það hefur alltaf verið. Og veistu af hverju? Guð vakir yfir sínu orði. Þessa einföldu trú á ég nú til. Hvað öndvert sem þú trúir? Mér hefur alltaf fundist betra að reyna svolítið að einfalda hlutina fyrir mér í stað þess að flækja þá of. Það er mjög auðvelt að flækja allt fyrir sér. En til hvers það? Að flækja eitthvað sem við getum örugglega útskýrt með einföldum hætti og notast bara við einfaldleikan. Hann talar nú alltaf sínu máli. Hann talar alltaf hvað skýrustu máli við okkur. Þess vegna eigum við alltaf að venja okkur á að nota einfaldleikan í öllu sem við erum að gera og vera með útskýringar þannig að þær séu einfaldar. Því að einfaldleikin að skila sér alltaf betur. Auðvitað viljum við öll hafa þetta einfalt og allir góðir kennarar tala einfalt mál og eru þar að leiðandi bestu kennararnir. Við hefum líka að vera þar með þetta trúaða fólk. Tala ekki bara skýrt mál, heldur einfalda málið okkar eins og við kunnum og getum og ég segi að þetta sé þjálfun að engum manni sé þetta neitt endilega fyrirfram meðfætt. En við veitum að hæfileikin auðvitað misjafn og sumir betri kennarar en aðrir og þetta svo sem veit hver maður. Ég hafði aðgangað þegar ég var að læra og nema að kennara bara innan fjölskyldunar sem var hvað bestur kennari sem ég hef haft. Það var nú hann blessaða kallinn sem að í raun og veru kendi mér að reikna manni. Að því hann útskýrði þetta með þeim hætti að strákurinn skildi það sem maður var að segja. En ég auðvitað ekkert að gera neitt lítið úr kennarun, ég var alltaf með góða kennara. Ég mætti að þessi var svolítið sérstakar að því leyti til að hann svona einhvern veginn náði að útskýra. Þetta er svona ákveðin gjöf sem að ég segi að menn eigi til að bera. Þeir sem að eru virkilega góðir kennarar og ekki var þessi
kennaramenntaður maður, hann bara var þetta svona í sér. Og þessi kennarar sem eru kennarar í sér, þeir eru allt í kringum okkur. Og þeir eru sem sagt fólki sem að kannski á lífsleiðinni kenna okkur hvað mest og hjálpa okkur við að ná sem bestum tökum á verkefnum á kannski tiltölulega stuttum tímaðinu. Þetta tekur allur lærdómur sinn tíma og verkefni sem við erum að glíma við og skiljum ekkert í hvernig eigi að gera, en svo fer skilningurinn að koma og ánægjan af verkinu að aukast að sama skapi. Þannig er með allt þetta líf. Þegar við skiljum og vitum, þá förum við líka að hafa meira gaman að verkinu, en svo er hinliðin á því að allt einhvern veginn fer þetta í vissa hæð, svo fer það að síga í hin áttina. Þá eru við komnir að þessum vana, að allt vill fara út í vana hjá okkur. Þá líka held ég og segi ég að svona gleðin af því sem svolítið fókin út í veður og vind. En þetta allt saman getur alveg viðhaldist. Og þetta er eitthvað sem við ættum að hugsa því það er skemmtilegra fyrir verkefni sjálft og okkur að vinna við það þegar við höfum enn gaman að þessu. Ég er gaman að því sem ég að gera. Ég elska það. Ég er nú svo gaman að því. Þess vegna hef ég alltaf haft gaman að því að vinna við þessa þætti. Og ég er nú þeir svo skrítinn kall að ég hef alltaf trúað því að það sem ég hef gaman að og sett frá mér, það hafa aðrir gaman að líka. Þetta er svona einföld starffræði sem að maður gengur út og vinnur út frá og hefur alltaf verið þarna. Þess vegna hef ég aldrei verið með neitt svona leikaraskap í kringu þetta. Ég kem bara fram eins og ég er. Því ég er bara svona. Kannski finnst þetta einhverjum ekki alveg viðeigandi. En okkur þarf ég eitthvað að vera að beygja mig til það. En mega svo sem alveg segja hvað sem þeir vilja. En ég er nú bara konungalegi. Og þú ert einhver annar gamli, eða gamla. Eða þú ert komin á einhvern aldur. Og öll eru við auðvitað á einhverjum aldri. Gamli að fitta gamla við fyrir aftan nafnið er kannski viðkvæmdur einhvern, en ég er bara gaman að því, trúðu mér með það. Það er ekki til neitt svoleiðis í mér allavega og hefur aldrei verið reyndar. Ég er bara ég og já, ég er svona og reynir nú yfirleitt að hegða mig vel. Nema þegar maður var fullur þá hegðaði maður sem nú geta alltaf neitt sérstaklega vel. En því til að svara að öl er annar maður. Sumir segja öl sé innri maður, þetta er brjálaður maður. En ég segi, öl er annar maður. Það er annar karakter en þú sjálfur sem oft stígur fram ölvaður. Þetta er nú bara það og þetta veistu kannski jafn vel og ég. En hún ekki, þetta er nú ekki þema þessa þáttar. Heldur orð Guðs, Biblíufræðslan og hvatning manna og kvenna að orði Guðs sem þarf að hafa lykilstöðu. Og það er heldur ekkert óeðlilegt við það að orð Guðs hafi lykilstöðu hjá trúaðri manneskju. En hefur orðið lykilstöðu hjá trúaðri manneskju? Ég veit ekkert um það. Hvernig ná ég að vita það?
ég er bara ég. Og ég veit að hverju ég neyist meira öðru. Og þá dreg ég hring utan orð Guðs, að því ég dreg líka hring utan Jesú Krist. Og hann orð Guðs. Þannig þið sjá að þetta hangir allt á sömu spýtu. Þannig að við erum ekki fólki sem flækir og fyrir okkur veruleikanum. Heldur fólkið sem að viðurkenna veruleikan, að veruleikin heitir Jesús. Veruleikin minn heitir Jesús og hefur heitað Jesús frá andartakinu 1989 sem ég frelsaðist á. Og ég sagði, og ég hef oft sagt þetta, það til Guð. Það til Guð. Og þessi fullvissa mín hefur nú ekki vikið frá mér til dagsins í dag og ég held hún gerir það ekki hérna. Og ég vissi líka þá, á þessu andartaki, fyrir 35 árum, ekki eitthvað svoleið síðan, að á þessum vegi yrði ég það sem eftir lifði. Ég myndi aldrei fara af honum. Ég er mjög heppinn maður að því leyti til að stór atvik sem hafa komið yfir og lagt að velli það sem kannski var að hrjá, hefur maður vitað að kæmi aldrei aftur. Og ég veit þetta og ég læt engan segja mér eitt annað. Og af hverju ætti ég að gera það? Ég held að verkin að baki hafi nú bara algjörlega sannfært, já, marga það, ég veit ekki alla, ég veit ekki alla. Þannig þetta nú. Þannig að gamla lífið mitt, það ekkert inn í myndinni. Trúðu mér með það. Það farið, það búið, það var leiðinlegt og núna lifi ég skemmtilegu lífi með Jesú. Og akkurat ég þá að vilja fara þaðan sem ég viðurkenna sér skemmtilegt líf út í eitthvað drep leiðilegt líf. Ég bið Guð það að sú staða komi bara aldrei upp að nein pælingi þessa átt vakni og fæðist fram. Þess vegna hef ég fyrir mína parta valið að verja þessum degi með Jesú og gera þennan dag að degi sem ég miðla einhverju frá Jesú til sjálfra mínu þetta og hinna annar mann og kvenna sem að heyra. Hverjir heyra og sjá, veit ég ekki, mér varðar raun ekkert það. Eina sem mig varðar og ég stend við og stend á, að þetta hlutverki mitt í Jesú nafni. Og Drottinn segir mér sjálfur, og þetta hefur fylgt mér alveg frá fyrsta degi, að vissi árangur af því sem ég geri. Að sjá engan árangur af trúalegu verki vantrú ekkert annað. Af því að ég og þú og við skiljum ekki alveg hvernig þetta virkar. Hafi Guð kallað þig og hafið þú stíð út í kallinina, vertu þá viss að það árangur. Guð veit allan árangur. Þú sérð kannski aldrei nokkurn árangur og það hægt að skilja það. Ég til að mynda, ég hef alltaf séð árangur, að ég veit árangurinn. Guð hefur sagt mér hann sjálfur. En ég ekkert að kanna málið. Ég raun varða mig ekkert það hverjir að horfa og hverjir að blessast af þessu. En ef menn vilja að ég viti það á mig að svo sem alveg segja mér að ég ekkert að biðja neitt það. Það sem ég hins vegar að gera, ég að gera vilja Guðs, númer 1, 2 og 3. Og hann hefur gert mig elskan að orði sínu og það bara þannig.
því að það eitt allra fyrsta sem kviknaði í mínu hjarta var þetta: ég þarf að eignast Biblíu. Þannig að það var svo margt sem fættist fram, stökk fram, sem að var algjörlega ekki til hjá mér. Biblían. Ég leita aldrei í hana. Ég átti aldrei Biblíu. Og væri stundum maður að ég reyndar veit ekkert það hvort að það var, en ég held að ég borði þessu skipu sem var í, maður var á sinni tíma, hafi nú verið eitthvað stað til Biblía. Ég bara hef ekki hugmynd það, því hugsunin Biblíuna, hún var ekki til. Ég las mikið á bókum. En ykkur að segja, hef ég ekki hugmynd hvort að Biblían væri til borð í skipinu sem ég var á morgunskipum, eða ekki. Mér einhvern veginn kom það bara ekkert við. En svona eftir á að hyggja þá held ég nú að þetta hafi nú yfirleitt verið borð í skipum, og ég man eftir einu skipi sem að var með, held ég, Biblíu í hulstri upp á vegg. Nei, það var ekki þannig. Ég var einu sinni með í að setja hvar borð í togara á presti, virðulegum presti, þjóðkirkjupresti sem var með þetta verkefni og fekk okkur með sér. Og hann kom með Biblíu borð og hulstur sem hann fekk vélstjórunum og bað hann að festa þetta upp á vegg. Hinn sagði, já, ekki málið, ég veit ekki hvort hann gerði það. Jó, ég reikna nú með því. Ég man nú ekki eftir neinu öðru. Jú, var ekki eitthvað staðar Biblía upp á vegg í Borsal, eitthvað skip. Mér minnir það, ég man ekki hvaða skip það var. Allavega tók ég hana ekki fram. Og ég sá aldrei nokkurn mann taka hana fram. Ef hún var þarna, þá held ég hún hafa nú bara fengið að vera kyrr í þessu hulstri sínu upp á þessum ágæta vegg árum saman. Og ég held að þetta hafi ekkert breyst. En svo gerist eitthvað, Kristur verður raunverulegur og þú segir, hei, ég var að fá með Biblíu. Það sagði það enginn. Þetta er bara komið að ofan vegna þess að Drottinn veit alveg hvað þarf til þess að þessi einstaklingur gangi veginn sem að hann er núna komin á, nýr og fallugu vegur, sem ég vissi ekkit hvert lagi. Jú, ég vissi það nú reyndi, ég fekk strax til mín, þetta var nú bara vegurinn til lífsins. Þannig að við sjáum að Drottinn sér sína. Og þannig eru komin alla mörg ár síðan frá þessu. Og Drottinn náði að fylla kallinn að orði Guðs í orðana fyrstu merkingu. Ég veit ekki hvernig svona talandi mann, það getur vel verið að þetta svoleiðis bara, hvílíkur roki maður. Ég veit það ekki, það er svo erfitt að geta sér til hvernig fólk tekur einu og öðru. Já, bara ég löngu hættur að pæla neitt í því. En þetta er mín saga. Og ég sem sagt var strax afskaplega elskur að orði Guðs og þetta þráði að vera vel að mér í orði Guðs. Og Drottinn heyrir bænir, ekki? Hann vissi hvað bjó í hjarta mannsins, þessa einstaklings. Og þá hefur hann kannski bara sagt, já, þessi vill læra orðið, þá ætla ég bara að fylla hann á orði. Og það fari í gang þrengingar, maður, mér langar ekki í þær aftur.
En þessar þrengingar, þær keyrðu mig dagkvæm lengi í orð Guðs. Ég sat í græna stólnum mínu sem ég fann á öskuðunum, var að henda öðrum stól sem ég settist niður úr og fer með hann inn í bílinn minn sem ég átti þá, var ekki Cortina, ég held að, á Cortina, 70 módelið. Og ég fer með hann í gám í Hafnarfirði, rétt hjá Hval, þar var gámur þá, eða móts við Hval, já, hann var þar, og ég tek ræfilinn út og tek í lappirnar á hann og opna gáminn og tek í lappirnar á stólnum og hvað er nú þarna? Og ég legg hann frá mér og þá sé ég hennar fína stólmaður, eldgamlan og flottan, og ég horfi til hægri og vinstri, kippi stólnum út, hendi hinum inn og setti stólinn inn í bílinn og fór með hann heim. Og átt hann í mörg ár. En svo endan og ég var köttuntíma heima, þá ég í Neskaupstað. Hann var svo duglegur við að klóra í stólinn, fína stólinn, að hann var eiginlega búinn að eyðileggja. Það var allt í lagi með það og þannig að ég fekk mér einhvern annan. Ég er sennilega, allir ég ekki þá eignast fyrsta Lazyboy stólinn. Já, en Lazyboy stól, ekki reynda sama. Mér finnst þeir bestir. En það er biblíulesturinn og nú ert þú orðinn hneykslaður á því að skuli ekki vera að byrja að lesa. En ég nú svoleiðis að ég leyfi bara Drottni að ráða þessu. Og það er tími fyrir allt. Og stundum er eiginlega bestur tími fyrir bara svona almennt spjall. Jesú nafni. Og það vel sett fram getur alveg haft hellingskennslu gildi. Ef við erum í Sakaría, 5. kafla, og ætlum að lesa nokkur vers upp úr þeim kafla, en eins og ég oft sagt og tek fram enn, að ekkert af þessu er neitt undirbúið. Ég svona bara opna bókina og vel eitthvað til að lesa og reyni að lesa úr Gamla testamentinu og líka í Nýja. En það er svona, já, yfirleitt þá ger ég það nú. En þetta er í raun og veru þáttur, fyrst og fremst það, sem hvetur okkur að orði Guðs. Segir við mig, Konráð, þú þarft að bera ábyrgð sjálfur á þessu. Þú segir nafnið þitt og segir svo við sjálfa þig, ég þarf að bera ábyrgð sjálfur á þessu. Ég vil ekki láta bara mata mig og orðið Guð, ég vil bera ábyrgð á því sjálfur. Og veistu það, og þú sér það, að þetta er hinn ábyrga afstaða í svona málum. Kann að vera sjálfskipaði kennarinn sem að kenni svo vel og góða ensku og góða biblíufræðslu, honum svona þykir nú eitthvað við þetta, en þá verður bara svo að vera. Því að það verð ég að viðurkenna, og þú viðurkenna það með mér, að Guð er í hjarta mínu, halló. Er hann ekki besti kennarinn? Já, ég segi það. Og akkur ætti hann þó ekki að kenna mér bestu kennsluna. Og hann gerir það. Við þurfum að treysta Guði. Við þurfum að treysta Guði betur en að okkar áleiti besta kennararnu sem er í kringum okkur. Við gerum ekkert lítið úr honum eða henni. En Drottinn er minn besti, allra besti kennari sem hefur reynst mér hvað best að þessu leiti. Og ég bakka ekkert með það. Viltu að ég bakki með það? Hvað sé ég? Við erum í Sakaría, 5. kafla, og nú ætlum við að lesa. En hóf ég upp augu mín og sjá,
Það var bókfell á flugi og hann sagði við mig, hvað sérðu? En ég svaraði, ég sé bókfell á flugi, 20 álna langt og 10 álna breitt. Hann sagði, þetta er bölvunin sem fer yfir landið allt. Öðrum megin á það er skráð að öllum þjófum sé enn ófrelsað, lesum þetta aftur. Öðrum megin á það er skráð að öllum þjófum sé enn órefsað, en hinum megin af öllum meinsærismönnum sé enn óhengt. Bókfellið hef ég sent, segir drottinn allsherja, svo það lendi í húsi þjófsins og þess sem sekur er meinsæri við mig og staðnæmist þar sem gereyðing, og staðnæmist þar sem ég geriði þar jafn viði sem veggjum. Aðvörunar orð. Og þetta þurfum við að lesa. Og þetta þurfum við líka að lesa með þeim hætti að orðin séu þá þessu aðvörunar orð til mín, ekki? Þannig lærum við með Biblíunni hver sé vilji Guðs með okkur og hann segir okkur ýmislegt hvað hann er að fara að gera eða sé að gera. Þetta þurfum við að vita. En þetta munum við aldrei komast á raunum nema að því fyrst og fremst að við eigum til trú. Og trúin etur okkur, það er bara í eðli trúarinnar, að etja okkur að orði Guðs, að lífinu sjálfu og við fræðustum sem allar mest þetta líf í Guði. Og ég fullyrði það að það hefur verið aldrei orðið nokkrum manni til tjóns. Ég veit að heimurinn segir eitthvað allt annað en hann er bara bullari. Þannig að við hlustum ekkert á hann. En við komum inn með orð Guðs til okkar mann og kvenna og yfir til heimsins, þá heitir það trúboð. Og þannig bætist í hópinn einn og einn frelsaður, eins og við segjum, alveg svo gerðist í mínu tilviki fyrir 35 árum. Og ég sagði það til Guð. Engin efi, engin óvissa, allt borðleggjandi. Alveg svo glasið er staðreind, þá hefur Guð frá þeim tíma verið mér staðreind, sem ég efast ekkert En hef ég verið þrist á þessari göngu? Nei, ég get nú ekki viðurkennt að ég hef þrist á henni, það held ég segi mig sannig. En auðvitað hefur manni mætt margt. En svo nú komið í dag, og það er styrkur, að í raun og veru þá kemur mér ekkert lengur og óvart það sem gerist. Ég velti ekki miklum vöngum yfir því og maður gengur inn í þetta, nú það er svona í dag og svo framvegis. Akkur ég? Nú við erum bara innan fólk. Við erum innan venjulegt fólk. Með allar heimsins byrðar á sér þegar það kemur. Með allar heimsins mæðu í sér þegar það kemur. Með alls konar gremju þegar það kemur. Og stundum eru við þetta fólk. Þetta er söfnuður Guðs. Sem hann setti saman til að við gætum verið innan okkar líka. Tómir rólarar. Nei, þetta er bara venjulegt fólk. Bara eins og ég og þú. En þetta er söfnuðurinn sem Guð er með. Og hvernig ná söfnuður Guðs að geta verið fullkomin?
með tóma þig og mig innan hans vébanda. Það er ekki hægt. En söfnuður Guðs er þannig stilltur af að hann elskar orð Guðs og þráir að orð Guðs kenni sér. Það vil skilja orð Guðs vel, það vil skilja orð Guðs rétt, og menn þarna eru með sjálfa sig á réttri leið. Fullkomleikin hins vegar er ekki alveg kominn, en hann hyggi að opinberist okkur þegar við hreinlega endur fæðustum, eða þegar þessi umbreyting verður og við sjáum Guð eins og hann er. Þá held ég margt breytist líka og við verðum þessar guðlegu verur sem við erum kannski í dag, erum í dag, en höfum ekki náð öllu sem þarf til þess að eitt og annað opinberist okkur þegar að þeirri stund kemur, þegar Kristur bara blasir við, hann er bara þarna. Það verður stór stund. Eins og segir á einu stað í orði Guðs, að þá munum við aftur sjá munin á því að hafa fylgt Jesú eða fylgt honum ekki. Aftur. Hvað á við? Við munum andartakið sem við frelsuðustum á eða ekki. Það er til Guð. Engin nefi. Svo byrja gangan. Svo þetta. Allar aldrei að hætta. Það er svo stutt í sjálfsorkuninn á okkur, þú veist að þetta er hluti að því að vera manneskja. Og oft hefur mann svo sem lent á þessum stað. En samt á maður til fullt af þekkingu sem hressir mann upp, og stundum kemur hressingin með þeim hætti að þetta nýja sem býði, það verði allt öðruvísi. Ég man einu sinni þekki svona pínulitla nasasjón og einsýn inn í veruleikan sem að teku við. Veistu hvað ég sá? Þar voru allir vinir. Allir voru velkomnir hvar sem var. Nei, blessaður. Já, sæll og gaman að sjá þig og þetta. Allir velkomnir. Allir vinir. Þetta er ekki hér. Það er ekki allir velkomnir alltaf. Það er ekki allir vinir alltaf. En þarna verður búið að ýta öllu sem í dag er að riðlast þarna inn á milli. Við veitum hvað hann heitir. Hann er að riðlast þarna inn á milli, treðsturinn á milli, til þess að valda óskunda. Maður veldur þetta, það er ekki mikið gaman í dag. Þetta verður ekkert svona þar. Og við erum orðin í þetta sem er eitthvað á þá veg, þá leið, þess ég sagði á þann, að þá munum við aftur sjá munin á því að fylgja drottni og fylgja honum ekki. Aftur. Akkur er þetta sett inn? Það er til að hressa mig og þig þegar við lesum þetta. Og við skiljum hvað áttur við. Orðin liggja alveg fyrir og skilningurinn alveg fyrir. Hver er? Það er verið að vísa til endurfæðingarinnar þegar það laugstu fyrir þér að það er til Guð. Svona þetta byrjar gangan, hún er svona og svona og svona allavega. Og við hérna á milli alveg. Svo förum við inn í hitt. Þá sjáum við glæsileika. Þá sjáum við aftur munin. Þannig að við þurfum að eiga til þessa hvatningu í okkar hjarta. Og ég man alltaf eftir því þegar ég las þetta, og orðið síðan, hvað þetta hresti mig. Það fullt á orðum sem að fylgja manni og þessi
er eitt af þessum orðum, maður er svo sem ekkert alltaf með þau uppi, en þau koma annars lagið. Að einhvern veginn þau vekja manni líf. Að þegar maður er inn í þessu umhverfi sem er líf. Það ekki? Ég er í því umhverfi, jú. Er þá ekki allt blússandi af lífi í kringum mig? Jú, í raun og veru. Það verði að viðurkenna að það er. Og ég er gaman að ég vera inn í lífinu. Innan allt þetta leiðilega fólk. Ja, ég tek þetta tilbaka. Þið er alveg bráðskemmtileg. En núna erum við með Nýja testamentið. Ég var að lesa upp úr Efesusbréfinu, það er nú gott maður. Já. Það er annar kafli. Hólpin af náð. Þið voru dauð vegna afbrota ykkar og synda. Ekki byrjar það nú vel. Sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarætti þessa heims að vilja valdhafan í loftinu anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Nú verkar í þeim sem ekki trúa. Sem sagt, við trúum. Og þessi andi er ekkit í okkur. Hann getur haft áhrif á okkur sem er annað. En núna lifum við fyrir Krist og við elskum Jesú nafni að gera hans vilja og til að undirstrika það að við meinum það sem við segjum. Þá tökum við okkur frá reglulega, lesum og byggjum í raun og veru. Við gerum þetta bara, við segjumstum ekkert bara að gera þetta, við gerum þetta. En það er val sem ég tek og þú tekur fyrir þig. Og svo rækjum við okkar samverustundir. Og það er svona allir gangur á því hvað menn gera, en mér varðar ekkert það. Hver og einn verður bara að ráða því sjálfur hvað hann gerir. En ég hvet menn til að koma og til að vera og til að gera vegna þess að það gefur svo mikið í aðra hönd fyrir okkur. Já, það kemur að því að við sjáum munun á því að hafa fylgt Jesú eða fylgt honum ekki. Sér að sá raunveruleiki mun renna upp og opinbera vilja Guðs og ég er Guðs megin og kannski sé ég líka munin aftur á því að hafa fylgt Jesú eða staðið til hlés eða beinlínis yfirgefið hann. Ég tek við því sem að mér er rétt og það er virðuleg staða hjá Jesú eða mér verður vísað í hinn áttina. Það er ekkert. Ekkert. Þannig að við erum að tala um allsnægtir í liðinni eða ekkert. Og það á öðrum konu staðinu verðum við. Ég vil auðvitað vera þar sem allt er til alls, því ég vil ekki vera þar sem er ekkert. Þess vegna erum við trúföst við að tala um uppreisna, krossfest og uppreisna Jesús og segjum, hann er lífið sjálft. Hann er nú það. Þannig við sjáum hver hvatningin er. Hún er orð Guðs, hún er bænin, hún er samfélagið og mikilvægt lærum að virða allt þetta sem Guð er með handa okkur hér og nú. Já, lærum að virða. Mörg okkar virðum það, en ekki allir. En það komið tími og Konráð Rúnar Friðriksson kveður
og heldur áfram með þessa ágætu biblíu þetta okkar því að við elskum þessa þætti. Í Jesú nafni.